rektor, aðstoðarrektor, forsetar fræðasviða, deildasviðsforsetar, ágætu kandídatar og aðrir góðu gestir, verið hjartanlega velkomin og gleðilega hátíð. Ég heiti Anna Helga Jónsdóttir og ég er dósent við námsbraut í stærðfræði, raunvísindadeild. Mér er það heiður og sönn ánægja að fá að vera með ykkur á þessum stóra degi og kynna dagskrár hátíðarinnar sem nú fer í hönd.
Áður en lengra er haldið vil ég biðja alla að slökkva á farsímum svo þeir trufli ekki athöfnina. Það eru 15 ár síðan ágætu kandídatar sem ég var í ykkar sporum, hér í þessu húsi, í mínu fínasta pússi, að ljúka grunnnámi frá Háskóla Íslands. Eftir brautskráninguna fór ég svo í framhaldsnám í Danmarks Tekniske Universitet ásamt vinkonu minni Írisi Ólafsdóttur, hún í rafmagnsverkfræði og ég í hagnýttri stærðfræði. Þegar við höfum varið lokaverkefnin okkar fórum við fljótt að hugsa í hverju við ættum að vera við brautskráninguna. Við þræddum allar fínustu búðir Kaupmannahafnar og á endanum fann ég mér kjól sem var eins og margir kjólar, hannaður á konur sem eru 1,70 á hæð. En þar sem ég töluvert nærði að vera 1,90 á hæð, var hann við það að vera óviðeigandi stuttur. En ég lét það ekki á mig fá enda kjólinn einkar fagur. Íris vinkona mín fann sér forláta eldrauðan silkikjól með miklu tjölpilsi og áttu við varla orð yfir hvað við vorum fínar þegar við gengum inn í salinn þar sem brautskráningin átti að fara fram. Okkur til mikillar undrunar var salurinn fullur af fólki klætt í einkennisbúningi danskra verkfræðinema, gallabuxum, stuttermaból og North Face flíspeysu. Nokkrir voru auki með aðra buxnaskálmina kyrfilega girta ofan í hvítan íþróttasokk því þau höfðu að sjálfsögðu komið hjólandi til athafnarinnar. Við héldum eitt augnablik að við værum á röngum stað en sáum fljótt að þetta voru samnemendur okkar sem litu til okkar og ranghvolfdu augunum og það ekki í fyrsta skipti á skólagöngu okkar. Einn þeirra kom til okkar og spurði: "Nå, skal í til bryllupsfest bagefter?" Nei, við vorum aldeilis ekki á leið í brúðkaup, við vorum á leiðinni að taka við prófskírteinunum okkar eftir langt og strangt háskólanám og ef það er ekki góður tími til að fara í sitt fínasta púss, þá veit ég ekki hvenær sá tími er. Þáverandi rektor Tækniháskólans í Danmörku, Lars Pallesen, kom til okkar vinkvennina eftir athöfnina, hrósaði klæðaburði okkar í hástert og þakkaði okkur kærlega fyrir að hafa sett skemmtilegan svip á daginn. Þessi dagur verður okkur vinkonunum ávallt minnistæður og er ég sannfærð ágætu kandídatar að svo verði einnig með daginn ykkar í dag, enda mikill merkisdagur. En góðu gestir, nú mun rektor Háskóla Íslands, Dr. Jón Atli Benediktsson, flytja ávarp. Gjörðu svo vel. Aðstoðarrektor, forsetafræðasviða, deildarforsetar, starfsfólk Háskóla Íslands, góðir gestir. Kæru kandídatar, fyrir hönd Háskóla Íslands óska ég ykkur öllum og fjölskyldum ykkar innilega til hamingju með daginn. Það eru forréttindi og einstakt gleðiefni að fá að ávarpa ykkur á þessari uppskeru hátíð. Þið hafið náð árangri sem sannarlega er eftirtektarverður og gefur tilefni til að fagna. Sigurinn sem þið hafið unnið og staðfestur er með prófskírteinum þeim sem þið takið við hér á eftir markar tímamót í lífi ykkar. Hann opnar ykkur leið að nýjum störfum, gefur ykkur tækifæri til að dýpka skilning ykkar á heiminum og margbreytileika samfélagsins og leið grunnur að áframhaldandi námi og þroskagöngu sem lýkur ekki á meðan við drögum lífsandann. Kæru kandídatar, gleymum því aldrei að þekking er undirstaða blómlegs samfélags. Háskóli Íslands er skóli atvinnulífs framtíðarinnar. Enginn maður er eyland, enginn stendur einn. Þegar ég hjálpa náunga mínum, sá ég fræjum vináttu sem aldrei deyr. Svona söng bandaríska söngkonan Joan Baez mikilvægi vináttunar og samstöðunar. Þegar fyrrum nemendur Háskóla Íslands eru spurðir
hvers þeir minnast einkum frá háskólaárum sínum, nefna þeir gjarnan vináttuböndin og tengslin sem mynduðust á námsárunum og þeir hafa notið góðs af allar götur síðan. Slík vináttubönd verða ekki aðeins til á meðal samnemenda, heldur einnig á milli nemenda, kennara og annars starfsfólks. Þær tugþúsundir háskólanema sem brautskrást hafa frá Háskóla Íslands mynda öflugt og sívaxandi tengslanett sem alið hefur af sér óteljandi nýjar hugmyndir, nýsköpunarfyrirtæki og samstarfsverkefni á öllum sviðum þjóðlífs á Íslandi og víðar. Með virkuneti háskólavina viljum við rækta áfram sambandið við ykkur, kæru kandidatar, ókomin ár og styrkja samstöðumátt okkar enn frekar. Góðir kandidatar, ég vona svo sannarlega að þið hafi notið áran í Háskóla Íslands þótt námið hafi auðvitað ekki verið eintóm skemmtiför. Háskólanám er krefjandi, hindranirnar á menntaveginum ófáar og ytri aðstæður stundum óhagstæðar. Við höfum reyndar haft frekar takmarkaða vitneskju aðstæður háskólanema á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Á þessu varð breyting nú í vor þegar mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnti niðurstöður viðamikillar evrópskrar samanburðarkönnunar Eurostudent á félagslegum og efnahagslegum högum háskólanema sem Ísland tók nú í fyrsta sinn þátt í. Niðurstöður könnunarinnar gefa okkur tilefni til að fagna því sem vel er gert leið og þær vekja okkur til umhugsunar. Til dæmis kemur fram að íslenskir háskólanemar eru almennt mjög ánægðir með námsaðstæður sínar, skipulag náms og gæði kennslu. Flestir þeirra segjast myndu mæla með núverandi námi sínu. Aðspurðir segja íslenskir háskólanemar einnig að kennarar þeirra veiti þeim innblástur og sé umhugað framgang þeirra. Könnunin veitir einnig dýrmætar upplýsingar efnahagslegar og félagslegar aðstæður íslenskra háskólanema. Til dæmis vinna íslenskir háskólanemar meira en samnemendur þeirra í Evrópu. Þeir virðast líka leggja harðar að sér í náminu. Þá eru þeir almennt eldri, eiga fleiri börn og eru líklegri til að vera í sambúð. Þannig einkennir það efnahagslegar og félagslegar aðstæður íslenskra háskólanema að þeir takast snemma á við áskoranir í fjölskyldu og atvinnulífi sem aðrir evrópskir nemendur geyma frekar þar til að námi loknu. Íslenskir háskólanemar hafa líka meiri fjárhagsáhyggjur og njóta síður opinbers stuðnings í námi í formi lána eða styrkja. Ein helsta ályktunin sem við hljótum að draga af þessari viðamiklu könnun er sú að styðja þurfi betur við íslenska námsmenn því það er mikilvægt að þeir helgi sig náminu af fullum krafti. Góði gestir, á undanförnum árum höfum við leitast við að stækka samstarfsnet Háskóla Íslands með því að styrkja stöðu skólans á alþjóðlegum vettvangi og fjölga með því tækifærum nemenda og starfsfólks. Hér hefur allt starfsfólk Háskólans og fjölmargir nemendur lagt hönd á plóg. Nú er svo komið að Háskóli Íslands er í hópi þeirra 2% háskóla sem hæst eru metnir á heimsvísu og fjölmargar einstakar fræðigreinar og deildir skólans raðast jafnvel enn ofar í alþjóðlegum samanburði. Þetta er fjarri því að vera sjálfsagt og raunar hreint ótrúlegur árangur. Til að skilja þýðingu þess að komast í þessa úrvalsdeild háskóla í heiminum er nærtækt að líta til íslenska landsliðsins í knattspyrnu sem þessa dagana stendur í ströngu á lokamóti HM í Rússlandi. Undraverður árangur strákana og stelpnana okkar á undanförnum árum hefur vakið verðskuldaða athygli á íslensku íþróttalífi víða veröld og opnað ótal tækifæri á erlendri grundu. Íslensk íþróttahreyfing mun án efa njóta góðs af þessum fáheyrðu íþróttaafrekum ókomin ár. Á sambærilegan hátt hefur sterk staða Háskóla Íslands vakið athygli á alþjóðlegum vettvangi og fjölmörg tækifæri til rannsóknarsamstarfs
og nemendaskipta við erlenda háskóla hafa opnast nánast daglega á undanförnum árum. Gott orðspor Háskóla Íslands er mikilvægt, kæru kandidatar, og tryggir að prófgráðan ykkar nýtur virðingar. Erlendir nemendur sækja líka í auknum mæli eftir að nema við Háskóla Íslands. Þá hefur háskólinn orðið eftirsóttur samstarfsaðili á sviði kennslu og má í því sambandi nefna þátttöku skólans í edX-samstarfinu opin netnámskeið sem bandarísku háskólarnir MIT og Harvard efndu til og þátttöku í Aurora samstarfsneti nokkurra valinna evrópskra háskóla í allra fremstu röð. Nemendur Háskóla Íslands hafa fengið sífellt fleiri tækifæri til að taka hluta af námi sínu við virtustu háskóla vestanhafs og austan og eru duglegir við að nýta sér það hnattræna tengslanet sem háskólinn hefur byggt upp til að auðvelda nemendum sínum að fá nám erlendis metið til eininga við skólan. Það er sérlega ánægjulegt að segja frá því að fyrir fáeinum dögum hitti ég 3 hópa nemenda Háskóla Íslands sem senn munu halda til tímabundins náms við úrvalsháskólana Stanford, Columbia og Caltech í Bandaríkjunum. Þetta væri ekki mögulegt nema vegna þess orðspors sem Háskóli Íslands hefur áunnið sér. Góðir kandidatar, prófskírteinið sem þið veitið viðtöku hér í dag er dýrmæt viðurkenning sem þið hafið sannarlega til unnið. Rannsóknir sýna að háskólagráða er ein besta fjárfesting einstaklings á lífsleiðinni, en gildi hennar birtist ekki síður í því að þeir sem lokið hafa háskólanámi telja sig almennt búa við meiri starfsánægju, betri heilsu, meiri hamingju og eru líklegri til að vera virkir borgarar í lýðræði samfélagi en almennt gengur og gerist. Sé horft til þeirra ævintýralegu tæknibreytinga og flóknu áskorana sem framundan eru og krefjast nýrra og þverfræðilegra lausna sést að aldrei áður hefur verið jafn brýn þörf fyrir fólk með fjölbreytta háskólamenntun og einmitt nú. Við skulum hafa þetta í huga þegar rætt takmarkanir og aðgengi að háskólanámi og þeirri spurningu er velt upp hvort of margir úr hverjum árgangi ljúki háskólanámi. Sterk rök hníga því að okkar fámenna þjóð megi engan missa þegar kemur að nýtingu hugvits og mannauðs. Mikilvægt er að ungt fólk hér á landi, karlar til jafns við konur, fái tækifæri til að stunda háskólanám og að börn innflytjenda séu ekki afskipt þegar kemur að háskólamenntun. Hafa verður í huga að í okkar litla samfélagi eru nú vel yfir 10% þjóðarinnar af erlendu bergi brotnir, en hlutfallsleg þáttaka þeirra í háskólanámi er mun minni. Við lifum á tímum örrabreytinga sem fela í sér ótal spennandi tækifæri fyrir ungt fólk. Háskólar eru aflvakar breytinga í atvinnu og þjóðlífi. Flestar tækninýjungar og uppgötvanir sem kollvarpað hafa lífsháttum okkar eiga með einum eða öðrum hætti rætur að rekja til háskólana. Til þeirra má einnig rekja nýja strauma og stefnur í heimspeki, bókmenntum, hagfræði og stjórnmálum sem gerbillt hafa hugmyndum okkar einstaklinginn og samfélagið. En það er raunveruleg hætta á okkar tímum að í umróti breytingana skoli öllu burt, jafnt góðu sem illu. Við slíkar aðstæður örvæntir fólk hinn varanlegu verðmæti sem gefa lífinu gildi, heilindi, sanngirni, frelsi og virðingu fyrir sannleikanum. Við erum minnt með óþægilegum hætti á þessi gildi þegar við stöndum frammi fyrir spillingunni sem sett getur mark sitt á vísindi og fræði, ekki síður en önnur svið mannlífsins. Við þurfum að verja þessi gildi í öllum okkar störfum. Þau eru ekki sjálfgefin og spretta ekki upp af sjálfum sér. Hér er ábyrgð Háskóla Íslands mikil, en einnig ykkar, kandidatar góðir. Við megum aldrei láta kappið bera fegurðina ofurliði eins og séra Friðrik Friðriksson sagði. Við verðum að rækta með okkur hugafar
sem hefur óbeitt á siðspillingu og eflir gagnrýna hugsun. Í nýlegri yfirlýsingu evrópskra menntamálaráðherra er vikið sérstaklega að þessu og lögð áhersla á að hlúa að akademísku frelsi og heilindum, verja sjálfstæði háskóla, tryggja virka þátttöku nemenda og stuðla að samfélagslegri ábyrgð og jafnrétti. Þetta er verkefni menntakerfisins alls og ástæða þess að við þurfum að leita allra leiða til að auka vegsemd og virðingu kennarastarfsins á Íslandi á öllum skólastigum, frá leikskóla til háskóla. Kennararnir okkar miðla ekki aðeins fróðleik og færni, heldur einnig og ekki síður dygðum og göfugri mannbætandi lífssýn. Þetta er og á að vera menntahugsjón kennara við Háskóla Íslands. Kæru kandidatar, í dag er tími til að fagna. Ég vona af heilum hug að þið njótið stundarinnar með öllum þeim sem hafa stutt ykkur á vegferðinni að þessu marki. Við starfsfólk Háskóla Íslands erum þakklát fyrir samfylgdina og samstarfið og kveðjum ykkur með stolti. Í fullri vissu að við fáum áfram tækifæri til að rækta tengslin við ykkur á komandi árum. Þið eru framverðirnir í sístækkandi sveit háskólavina. Innilega til hamingju með árangurinn og daginn, framtíðin er ykkar. Við þökkum rektor fyrir ávarp hans. Háskóli Íslands heldur áfram að eflast og styrkjast. Nú stunda 12.600 nemendur nám við háskólann. Af þeim 7.800 í grunnnámi og 3.800 í framhaldsnámi. Þar af 650 doktorsnámi og 1.000 nemendur í starfs- og viðbótarnámi, flestir á framhaldsnámstigi. Frá síðustu brautskráningu í júní síðastliðnum hafa 66 lokið doktorsprófi frá Háskóla Íslands. Hér á eftir munu 1220 kandídatar brautskrást úr grunnnámi frá öllum 25 deildum Háskóla Íslands. Nú fyrir hádegið fengu 744 framhaldsnemar sem luku meistaranámi og kandídatsnámi afhent prófskírteini sín við hátíðlega athöfn. Alls verða því hvorki meira en minna en 1964 kandídatar brautskráðir frá Háskóla Íslands í dag. Þetta er glæsilegur árangur. Áður en brautskráning hefst vil ég benda gestum á að klappa aðeins í lok brautskráningar hverrar deildar og sömuleiðis þegar forseti fræðasviðs getur nemenda sem hlotið hafa ágætiseinkunn. Ég vil líka minna kandídata á að ganga að merkingu á gólfi sviðsins, hér mér á hægri hönd, bíða þar til nöfn þeirra eru lesin upp og ganga svo til deildarforseta sem afhendir þeim prófskírteini. Að því búnu ganga þeir fram fyrir púltið og yfir til rektors sem heilsar hverjum kandídat með handabandi og loks ganga þeir niður á sviðinu. En þá hefst brautskráning kandídata. Fyrst stýrir Daði Már Kristófersson, forseti félagsvísindasviðs, brautskráningu kandídata frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni eru brautskráðir 313 kandídatar frá öllum 6 deildum félagsvísindasviðs, 203 konur og 110 karlar. Fyrst mun Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, forseti félags- og mannvísindadeildar, afhenda prófskírteini. Með BA-próf í félagsfræði brautskrást Anna María Hoffmann Guðgeirsdóttir. Arnór
Steinn Ívarsson, Aron Gauti Kristjánsson, Árni Björn Björnsson, Einar Már Sigurðsson, Erla Vilhjálmsdóttir, Grétar Björnsson, Guðlaug Ýr Sæmundsdóttir, Gunnar Þórir Þjóðólfsson, Ingi Steinn Arnórsson, Karen Þorvaldsdóttir, Kolbrún Tara Friðriksdóttir, Sigríður Dóra Kristjánsdóttir, Svala Jóhannesdóttir, Vaka Lind Birkisdóttir. Með BA-próf í mannfræði brautskrást Anna Katrín Jónsdóttir, Ásthildur Hanna Ólafsdóttir, Elvar Aron Birgisson. Helena Arvidsson, Helena Guðrún Guðmundsdóttir, Herdís Birna Hreiðarsdóttir, Magnea Rut Hákonardóttir, María Dagbjört Sveinsdóttir, Rut Ragnarsdóttir er fjarstödd, Salka Einarsdóttir, Sonja Rut Baldursdóttir. Með BA-próf í þjóðfræði brautskrást Sandra Björg Ernudóttir, Sölj Auðvindardóttir af Skari. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá félags- og mannvísindadeild. Næst mun Sigurveig H. Sigurðardóttir, forseti félagsráðgjafardeildar, afhenda prófskírteini. Með BA-próf í félagsráðgjöf brautskrást Alexander Freyr Olgeirsson, Andrea Magnúsdóttir, Andrea Marta Vigfúsdóttir, Anna Kristín Jensdóttir. Ásta Erla Jakobsdóttir, en hún er einnig að brautskrást með BA-próf í kínverskum fræðum. Berglind Magnúsdóttir, Bergþóra Björg Jónsdóttir, Daniela Babik er fjarstödd, Eva Björk Ingadóttir. Guðrún Gonnigan Danielsdóttir, Guðrún Halla Jóhannsdóttir, Guðrún Milla Sæmundsdóttir, Halldóra Guðmundsdóttir, Heiðdís Hafþórsdóttir, Helga Katrín Hjartardóttir, Hjördís Lilja Sveinsdóttir, Hjörleifur Steinn Þórisson, Hulda Haraldsdóttir, Inda Björk Alexandersdóttir er fjarstödd, Inga Þórs Ingvadóttir, Jan Martin Martinsson, Jóhanna Karen Guðbrandsdóttir, Jóna Ólafsdóttir,
Karen Dröfn Hafþórsdóttir, Karen Harpa Harðardóttir, Karen Birna Ómarsdóttir, Karítas Bjarkadóttir, Katrín Viðarsdóttir, Kristín Sigurjónsdóttir, Kristjana Marín Jónsdóttir, Lena Rós Þórarinsdóttir, Lilja Guðmundsdóttir, Margrét Aðalbjörg Blænksdóttir, Margrét Petra Ragnarsdóttir, Oliver Tang Tung Vu, Ólöf Erla Einarsdóttir, Rannveig Elba Magnúsdóttir, Regína Hrönn Sigurðardóttir, Síbel Anna Ómarsdóttir, Snædís Gerður Hlínsdóttir, Stefania Tjan, Stefania Þóra Jónsdóttir, Steinunn Katla Sævarsdóttir, Tara Ósk Jóhannsdóttir, Vigdís Sveinsdóttir, Þóra Björg A. Garðarsdóttir, Þórey Sigurjónsdóttir, Þórhildur Elva Þórisdóttir, Þórunn Edda Sigurjónsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá félagsráðgjafadeild. Næst mun Ásgeir Jónsson, forseti hagfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með BA-próf í hagfræði brautskrást Anna Björk Hilmarsdóttir, Steinunn Snorradóttir. Með BS-próf í hagfræði brautskrást Alda Snorradóttir, Eðvarð Ingi Erlingsson, Elmar Björnsson, Halldór Kári Sigurðarsson, Haukur Ásberg Hilmarsson, Högni Hjálmtýr Kristjánsson, Kristín Hildur Ragnarsdóttir, Magnús Örn Thorlacius með ágætiseinkunn. Ragnhildur Björnsdóttir, Stefania Kolbrún Ásbjörnsdóttir með ágætiseinkunn. Þá lokið brautskráningu kandidata frá hagfræðideild. Næst mun Aðalheiður Jóhannsdóttir, forseti lagadeildar, afhenda prófskírteini. Með BA-próf í lögfræði brautskrást Atli Einarsson, Árni Freyr Sigurðsson, Björgvin Helgi Fjellsteð, Brynjar Páll Jóhannesson, Brynjar Örn Sveinjónsson, Elín Hrund Geirsdóttir, Elísabet Þórhallsdóttir, Erla Ylva Óskarsdóttir, Erna Aradóttir,
Fjóla Hreindís Gunnarsdóttir, Fjölnir Daði Georgsson, Freyja Sigurgeirsdóttir, Gabriela Markúsdóttir, Gauti Jónasson, Guðfinna Jenný Þorsteinsdóttir er fjarstödd, Guðlaug Hrefna Jónasardóttir, Guðrún Ásta Lúðvíksdóttir, Gunnar Benediktsson, Helga Diljá Gunnarsdóttir, Hjörleifur Guðjónsson Bergmann, Hrannar Logi Gíslason, Hörður Ernir Heiðarsson, Ingileif Friðriksdóttir, Ingunn Elísabet Markúsdóttir, Ívana Anna Nikolíts, Jóhannes Tómasson, Júlíana Amalía Elenóra Svinsdóttir, Karítas Rán Garðarsdóttir, Karl Jóhann Hafliðason, Katrín Elva Gunnarsdóttir, Kristín Una Pétursdóttir, Kristrún Vala Kristinsdóttir, Lísbet Sigurðardóttir, Nótt Aradóttir, Orri Heimisson, Rakel Grímsdóttir, Rakel Másdóttir, Rebekka Ósk Gunnarsdóttir, Sandra Mjöll Markúsdóttir, Sara Fönn Einarsdóttir, Sigfríð Elín Þorvaldsdóttir, Sigmar Aron Ómarsson, Sigurður Páll Guttormsson, Sigurður Traustason, Sonja Anís Ríkharðsdóttir, Sveindís Lea Pétursdóttir, Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir, Telma Sif Reynisdóttir, Telma Kristel Kristjánsdóttir er fjarstödd, Unnur Helgadóttir. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá lagadeild. Næst mun Baldur Þórhallsson, forseti stjórnmálafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með BA-próf í stjórnmálafræði brautskrást Andri Marteinsson, Ásdís Guðrún Sólmundardóttir, Birgitta Rós Nikulásdóttir, Birna Stefánsdóttir, Eiður Már Magnússon, Elías Gunnar Hafþórsson, Gabriela María Sibinska, Guðbjartur Mar Snæbjörnsson, Guðbjörg Lára Másdóttir, Heiðrún Hafliðadóttir, Helgi Bárðarsson, Hrefna Gunnarsdóttir, Karen Margrét Bjarnadóttir, Kolbrún Tómasdóttir, Logi Bergmann Eiðsson,
Ragnheiður Matthíasdóttir, Snorri Hjálmarsson, Stefanía Reynisdóttir, Steina Gunnarsdóttir, Steinunn Ása Sigurðardóttir. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá stjórnmálafræðideild. Næst mun Ingi Rúnar Eðvarðsson, forseti viðskiptafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með BS-prófi í viðskiptafræði brautskrást Adriana Júlía Dómil, Aðalheiður Guðmundsdóttir, Aðalsteinn César Pálsson, Albert Jóhannsson, Alexander Kristjánsson, Andrea Kristín Kristjánsdóttir, Arndís Ása Sigurðardóttir, Arthúr Kristinn Svansson, Auður Sandra Árnadóttir, Árni Hjaltason, Ásta Björk Andersen Sveinsdóttir, Ástrós Kristinsdóttir, Bjarni Bent Ásgeirsson, Bjarni Davíð Hjaltason, Bjarnveig Birta væntanlega fjarverandi, Björn Víkingur Þórðarsson, Bryndís María Kristjánsdóttir, Bryndís Sigríksdóttir, Brynja Ísfeld Eyjólfsdóttir, Brynja Helgadóttir, Cindy Alejandra Adarga, Dagný Helgadóttir, Dögg Hrafnsdóttir, Einar Sævar Jónmundsson, Elísabet Snjólaug Reinhardsdóttir, Emil Stefánsson, Eydís Anna Björnsdóttir, Eydís Sigrún Jónsdóttir, Fanney Björk Ólafsdóttir, Freyr Baldursson, Friðrik Sigurjónsson, Guðbjörg Sverrisdóttir, Guðmundur Már Þórsson, Guðný Indíana Guðmundsdóttir, Guðrún Ragna Guðjónsdóttir, Guðrún María Guðmundsdóttir, Guðrún Dís Magnúsdóttir, Gunnar Kristinn Jónsson, Hallveig Jónsdóttir, Heiðar Már Hilmarsson, Helena Friðbertsdóttir, Helena Helga Helgadóttir, Hjörvar Gunnarsson, Hlynur Óttarsson, Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir, Hörður Sigursson, Ída Pálsdóttir, Jóel Pétursson, Jóhann Erlingsson,
Jóhanna Kolbrún Guðmundsdóttir, Jóhanna Kolbjörg Sigurþórsdóttir, Júlía Rós Júlíusdóttir, Jökull Ívarsson, Konráð Gylfason, Kristrún Steinþórsdóttir, Laufey Hjaltadóttir, Matthías Orri Sigurðarsson, Ólafur Orri Gunnlaugsson, Ólöf Eiríksdóttir, Ólöf Helga Jónsdóttir, Pétur Stefánsson, Ragnar Jónsson, Sigrún Gilsdóttir, Sigurbergur Theodórsson, Sigurður Hrannar Björnsson, Sigurður Þór Kjartansson, Sindri Freyr Guðjónsson, Sindri Snær Símonarsson, Sóley Ósk Benediktsdóttir, Stefania Ósk Ágústsdóttir, Steinar Eyjólfsson, Steinunn Ósk Þorleifsdóttir, Styrmir Bergljótarsson, Sævar Þór Stefánsson, Unndís Skúladóttir, Unnur María Harðardóttir, Unnur Andrea Sævarsdóttir, Úlfar Konráð Svansson, Þorsteinn Erlingur Ólafsson. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá viðskiptafræðideild. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá deildum félagsvísindasviðs. Næst mun Inga Þórsdóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs, stýra brautskráningu frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni eru brautskráðir 279 kandidatar frá öllum 6 deildum fræðasviðsins og munu viðstaddir nú fá afhent brautskráningaskírteini. Fyrst mun Herdís Sveinsdóttir, forseti hjúkrunarfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með BS-próf í hjúkrunarfræði brautskrást Anna Kristín Gunnarsdóttir, Anna María Steinþórsdóttir, Arna Hlín Ásþórsdóttir, Ásgerður Marteinsdóttir, Brá Atladóttir, Brynja Viktorsdóttir, Bylgja Dís Birkisdóttir, Dýrleif Sigurjónsdóttir, Elfríð Ída Björnsdóttir, Elín Ósk Hjartardóttir, Elísabet Rún Ágústsdóttir, Erla Lilja Kristjánsdóttir, Erla Berglind Tryggvadóttir, Eyrún Katríne Fransdóttir og hún brautskráist með ágætiseinkunn. Gerður Arinbjarnar, Guðný Björg Sigurðardóttir, Gunnhildur Henný Helgadóttir, Hafrós Lind Ásdísardóttir, Halldóra Rún Bergmann,
Herdís Gunnarsdóttir, Hildur Holgersdóttir, Hrönn Hilmarsdóttir, Hrönn Magnúsardóttir, Hulda Viktorsdóttir, Íris Mjöll Jónsdóttir, Jóhanna Rut Óskarsdóttir, Karen Eik Sverrisdóttir, Katrín María Birgisdóttir, Katrín Viðarsdóttir, Kristín Haldánardóttir, Kristín Björg Róbertsdóttir, Lilja Rut Jónsdóttir, Lilja Björg Sigurjónsdóttir, Ólöf Birna Sveinsdóttir, Ragna Björnsdóttir, Ragna Sigurlín Jónasdóttir, Rakel Gunnlaugsdóttir, Rakel Rut Reynisdóttir, Sandra Salvör Kjartansdóttir, Sigríður Helga Axelsdóttir, Sigríður María Lárusdóttir, Sigrún Helgadóttir, Sigrún Elva Ólafsdóttir, Sigurbjörg Lind Ellertsdóttir, Snæfríður Jóhannesdóttir, Soffía Lára Snæbjörnsdóttir, Sóley Ívarsdóttir, Stefánía Ósk Margeirsdóttir, Steinunn Bergs, Steinunn Sigurðardóttir, Svana Katla Þorsteinsdóttir, Særún Erla Baldursdóttir, Tanja Rún Kristmannsdóttir, Teija Lankatsilaka, Valborg Bjarnadóttir, Valdís Birta Arnarsdóttir, Valdís Guðmundsdóttir, Valdís Frímann Vignisdóttir, Valgerður Anna Hannesdóttir, Þórdís Jóna Guðmundsdóttir, Þórdís Melsteð. Og þá lokið brautskráningu kandidata frá hjúkrunarfræðideild. Næst mun Hákon Hrafn Sigurðsson, forseti lyfjafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með BS-próf í lyfjafræði brautskrást Arna Ársælsdóttir, Arnaldur Ægir Guðlaugsson, Arnrún Rún Kristinsdóttir Víum, Árni Freyr Helgason, Ásdís Pálsdóttir, Bára Kristín Björgvinsdóttir, Bergdís Elsa Hjaltadóttir, Bergrún Linda Björgvinsdóttir, Dagmar Ír Þorgeirsdóttir, Davíð Þór Gunnarsson, hann virðist vera fjarstaddur, Ester Viktoría Ragnarsdóttir, Hafdís Rún Einarsdóttir, Hákon Ellertsson, Heiðrún Sjöfn Þorsteinsdóttir og hún brautskráist með ágætiseinkunn.
Helga Rut Steinsdóttir, Hjálmar Arnar Hjálmarsson, Hulda Margrét Erlingsdóttir, Jean-Louis Figueras Sicat, Jóhanna Steinþóra Gústafsdóttir, Katrín Ósk Freysteinsdóttir, Kristín Karlsdóttir, Margrét Sól Reinhardsdóttir, Oktavía Jóhannsdóttir, hún fjarstödd, Páll Sólmundur H. Eidal, Pálmi Þorgeirsson, Reynir Ágúst Guðbrandsson, Snorri Geir Ríkarsson, Thelma Björk Einarsdóttir, Una Guðmundsdóttir, Unnur Ingólfsdóttir og Yrsa Ívarsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá lyfjafræðideild. Nú mun Engilbert Sigurðsson, forseti læknadeildar, afhenda prófskírteini. Með BS-próf í geislafræði brautskrást Berglind Eik Ólafsdóttir, Droplaug Ír Magnúsdóttir, Eydís Einarsdóttir, Ingunn Jónasdóttir, Irena Silva Ró, Katinka Ír Björnsdóttir, Katrín Lára Lárusdóttir, Kristín Sigurðardóttir og hún brautskráist með ágætiseinkunn. María Sigurðardóttir, Marta Þorsteinsdóttir, Melkorka Brá Karlsdóttir, Oddný Árnadóttir, Sandra Mjöll Guðmundsdóttir, Steinunn Traustadóttir, Þinn Súan Tran, ekki mætt. Fjarstaddur með BS-próf í lífeindafræði brautskrást. Auður Egilsdóttir, Birgir Magnússon, Birna Gretarsdóttir, Gerður Halla Gísladóttir, Helena Ír Pálsdóttir, Hólmfríður Þórarinsdóttir, Kristjana Marín Ásbjörnsdóttir, Kristína Stefansik, Lena Björg Harðardóttir, Magnea Ósk Örvarsdóttir, Maren Jónasardóttir, María Mikaelsdóttir, Martin Sjansevski, ekki viðstaddur, Sigrún Tinna Sveinsdóttir, Sunna Guðrún Traustadóttir, Svanhildur Einarsdóttir, Vigdís Víglundsdóttir, Stjaneta Sepeta. Með BS-próf í læknisfræði brautskrást Alexander Sigurðsson, Alexandra Aldís Heimisdóttir og hún brautskrást með ágætiseinkunn, Arna Kristín Andrésdóttir,
Árni Arnarsson, hann er fjarstaddur, Ásdís Kristjánsdóttir, Berglind Gunnarsdóttir, Birgitta, Bryndís, Berglind og Birgittar fjarstaddar, Bryndís Björnsdóttir, Brynjar Guðlaugsson, Daniel Geir, ekki hann er fjarstaddur, Davíð Orri Guðmundsson, Erla er fjarstödd, Fjóla, Gyða, gerðu svo vel. Erla, Fjóla og Gísli eru öll fjarstödd, Gyða Katrín Guðnadóttir. Hafþór Ingi Ragnarsson, Helena Siang Jóhannsdóttir, Herdís Hergeirsdóttir, Hulda Hrund Björnsdóttir, Lilja Dögg Gísladóttir. Það voru Herdís, Hulda, Jóhannes og Jón Karl sem voru fjarstödd. Lilja Dögg var þetta. Oddný, Sigrún Jónsdóttir, Sólveig Bjarnadóttir, Stella. Við skulum sjá, hér er ég með Stefán Brodda, hann er ekki hér, Stefán Má, hann er ekki hér, Stellu Sigríði, Sveinbjörn, ekki hér, Silvía, gjörðu svo vel, Silvía Kristín Stefánsdóttir, ertu Tryggvi, ertu Valdimar, Þorvaldur, gjörðu svo vel, Þorvaldur Bollason, og Þórdís Ylva Viðarsdóttir. Og með BS-próf í sjúkraþjálfunarfræði, brautskrást. Anita Ósk Einarsdóttir, Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir, Bjartey Helgadóttir, Dagbjört Ingvarsdóttir, Diljá Guðmundardóttir, Emil Kristófer Sævarsson, Heiðar Þór Jónsson, Heiðrún Dís Stefánsdóttir, Hildur Laxdal, Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir, Lára Einarsdóttir, Selma Margrét Reynisdóttir, Sigrún Ása Arngrímsdóttir, Svanhildur Arna Óskarsdóttir, Unnur Þórisdóttir, Þórhildur Hrafnsdóttir, Þuríður Erla Helgadóttir. Vel mætt, skulum við segja. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá læknadeild. Nú mun Bryndís Eva Birgisdóttir, forseti matvæla- og næringarfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með BS-próf í matvælafræði brautskrást Anna Kristín Lárusdóttir, Björn Kristján Bragason, Dovitas Ræla, Ingunn Alexandersdóttir, Þóra Kristín Sigurðardóttir. Með BS-próf í næringarfræði brautskrást Berglind Emilsdóttir, Berglind Lilja Guðlaugsdóttir,
Björg Árnadóttir, Eydís Ylva Erlendsdóttir, Hekla Irene Sigríður Mackenzie, Herdís Ásgeirsdóttir, Kristín Sigrún Magnúsdóttir, Laufey Lilja Ágústsdóttir, Perla Ósk Eyþórsdóttir og Vignir Snær Stefánsson. Og þá lokið brautskráningu kandidata frá matvæla- og næringarfræðideild. Nú mun Daniel Ólason, forseti sálfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með BS-próf í sálfræði brautskrást Adelína Veselae, Anna Bára Unnarsdóttir, fjarstödd Anna Dúa Kristjánsdóttir, Arndís Sverrisdóttir, Auðun Sigurðsson, Ágústa Friðriksdóttir, Ási Þórðarsson, Ástrós Arnarsdóttir, Ástrós Elma Sigmarsdóttir, Berglind Ýr Karlsdóttir, Bryndís Þorsteinsdóttir, Brynja Björk Þórsdóttir, Elma Dögg Birgisdóttir, Elsa Rún Árnadóttir, Erla Svansdóttir, Ester Ósk Pálsdóttir, Gabriela Rún Sigurðardóttir, Hafsteinn Ragnarsson, Halldóra Agire, ekki mætt, Hekla Dögg Sveinbjarnadóttir, Helena Sól Ómarsdóttir, Hrafnkatla Agnarsdóttir, Ingólfur Tryggvi Elíasson, Karen Björg Þorsteinsdóttir, Kristína Apostolova, Laufey Svava Rúnarsdóttir, María Björk Gunnarsdóttir, Martin Sindri Rósenthal, Móna Sif Hædæja, Nína Björg Arnarsdóttir, Ólöf Rún Jónsdóttir, Rebekka Aldís Kristinsdóttir Valberg, Selma Rán Heimisdóttir, Sigrún Björg Guðmundsdóttir, Sigurbjörg Björnsdóttir, Sigurður Óli Jónsson, Sindri Lárusson, Snæfríður Birta Björgvinsdóttir, Svava Rut Lúkas, Unnur Geirdal, nei, hún er ekki hér, Unnar Geirdal Arason og Vera Óðinsdóttir. Og þá lokið brautskráningu kandidata frá sálfræðideild. Og nú mun Ellen Flósadóttir varaforseti tannlæknadeildar afhenda prófskírteini. Með BS-próf í tannsmíði brautskrást Berglind Sigurþórsdóttir, Sigríður Ásta Einarsdóttir, Snædís Ómarsdóttir, Sóley Bjarnadóttir.
Og þá lokið brautskráningu kandidata frá tannlæknadeild. Og þar með lokið brautskráningu kandidata frá öllum deildum heilbrigðisvísindasviðs og næst mun Guðmundur Hálfdánason, forseti hugvísindasviðs, stýra brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni eru brautskráðir 200 kandidatar frá öllum 4 deildum hugvísindasviðs, 66 karlar og 134 konur. Fyrst mun Arnfríður Guðmundsdóttir, forseti guðfræði og trúarbragðafræði deildar, afhenda prófskírteini. Með BA-próf í guðfræði brautskrást Guðrún Ettisdóttir og Hilmir Þór Kolbeins. Þá lokið brautskráningu kandidata frá guðfræði og trúarbragðafræði deild. Næst mun Gunnþórunn Guðmundsdóttir, forseti íslensk- og menningadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BA-próf í almennri bókmyndafræði brautskrást Ívar Sigurðsson, Sigríður Helga Jónasdóttir og Valgerður Plóter Jónsdóttir. Með BA-próf í almennum málvísindum brautskrást Birgitta Guðmundsdóttir og hún hlaut ágætiseinkunn. Bryndís Bergþórsdóttir, einnig með ágætiseinkunn. Hinrik Hafsteinsson, Sólrún Hedda Bendix með ágætiseinkunn og Þórunn Arnardóttir, einnig með ágætiseinkunn. Með BA-próf í íslensku brautskrást Anna Berglind Svansdóttir, Árni Davíð Magnússon og hann brautskrást með ágætiseinkunn. Ásta Svankvít Sindradóttir, Eyrún Björg Guðmundsdóttir, Guðrún Brjánsdóttir, Gunnlaug Birta Þorgrímsdóttir, Hólmsteinn Eiður Hólmsteinsson og hann brautskrást með ágætiseinkunn. Kristín Ólafsdóttir, Marta María Armarsdóttir, Ólöf Björk Sigurðardóttir, Sigríður Diljá Vaksdóttir, Sólrún Agla Bjargardóttir, hún fjarstödd, Stefán Ágústsson væntanlega fjarstaddur líka. Með BA-próf í íslensku sem öðru máli brautskrást Arlene Lucianats og hún brautskráist með ágætiseinkunn. Ásta Lóa Mí Maðslún, Elisabeth Silvia Bobkovska, Malgorzata Novak og Tui Ti Bui. Með BA-próf í kvikmyndafræði brautskrást Grímur Steinn Emilsson, Gunnhildur Ægisdóttir, Jónas Hauksson, Katla Sigríður Magnúsdóttir, Katrín Winter Reynisdóttir og Stefán Atli Sigtryggsson. Með BA-próf í listfræði brautskrást Haraldur Sigfússon,
Björk Hrafnsdóttir með BA-próf í listfræði. Lilja Katrín Ólafsdóttir, hún er ekki hér, Lorenzo Imola. Með BA-próf í ritlist brautskráist Bragi Páll Sigurðarson. Með BA-próf í táknmálsfræði brautskráist Sigríður Gunnarsdóttir, hún er fjarstödd. Og þá er lokið brautskráningu kandidata frá íslensku og menningadeild. Næst mun Oddný G. Sverrisdóttir, forseti mála menningadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BA-próf í ensku brautskrást Andrea Helgadóttir, Daði Þór Pálsson, hann er fjarstaddur, Dagný Eyþórsdóttir, Debra Bennett Jónsson, Elín Kristjánsdóttir, Gunnhildur Eyborg Reynisdóttir, Helga Björg Arnarsdóttir, Hrafnhildur Kristinsdóttir, Íris Ósk Haraldsdóttir, hún er fjarstödd, Jón Már Ásbjörnsson er væntanlega fjarstaddur, Milicia Popovits og hún brautskráist með ágætiseinkunn. Sara Kristín Þorleifsdóttir, Sara Jane Dean, hún er fjarstödd, Unnur Ósk Kristinsdóttir og Silja Katarína Petro Rafael og hún brautskráist með ágætiseinkunn. Og Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Með BA-próf í frönskum fræðum brautskrást Stella Bryndís Guðbjörnsdóttir og Sædís Dúadóttir Landmark, hún er fjarstödd. Með BA-próf í japansku máli og menningu brautskrást Alexandra Geirsdóttir, Brynhildur Mörk Herbertsdóttir og Kolbrún Arna Björnsdóttir. Með BA-próf í kínversku fræðum brautskrást Guðmundur Ingason, Sara Björg Guðjónsdóttir, Sindri Sigurður Jónsson og Þorbjörn Steingrímsson og hann brautskráist með ágætiseinkunn. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá einhver ruglingur í hérna, er allir? Já, það er bara hérna. Með BA-próf í sænsku brautskráist Hugrún Rúnarsdóttir. Með BA-próf í þýsku brautskráist Aldís Brynja Skram og Barbara Mægir brautskráist líka úr þýsku. Og þar með er lokið brautskráningu frá mála og menningadeild. Næst mun Svavar Hrafn Svavarsson, deildarforseti sakfræði heimspekideildar, brautskrá kandidata frá deildinni. Með BA-próf í fornleifafræði brautskrást Bóel Hörn Ingadóttir, Hólmfríður Sveinsdóttir, Margrét Jóhannsdóttir og Ómar Valur Jónasson. Með BA-próf í heimspeki brautskrást Adam Lárus Sigurðarson, Baldur Hrafn Vilmundarsson, Bjarki Garðarsson
Friðrik Theodórsson, Ívar Erik Jóðmann, María Elisabeth Bragadóttir, Nanna Katrín Hannesdóttir og hún brautskráði með ágætiseinkunn. Svanur Sigurbjörnsson og Una Sigtríðsdóttir fjarstödd. Með B.A.prófi í sagnfræði brautskrást Einar Páll Tryggvason, Fabiola Prins, Friðrik Örn Jóhannesson, Hafdís Líndal, Kristín Ása Guðmundsdóttir, Lasse Lund Kristinsen, Nanna Kristjánsdóttir, Patrekur Örn Oddsson og Stefán Páll Ragnarsson. Og þá er lokið brautskráningu kandidata frá sagnfræði og heimspekideild. Og þar með lokið brautskráningu kandidata frá öllum deildum hugvísindasviðs og næst mun Jóhanna Einarsdóttir, forseti menntavísindasviðs, stýra brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni eru brautskráðir 189 kandidatar frá öllum 3 deildum menntavísindasviðs. 20 karlar og 169 konur. Fyrst mun Guðrún Valgerður Stefánsdóttir, varaforseti íþrótta, tómstunda og þroskaþjálfadeildar, afhenda prófskírteini. Með BS-próf í íþrótta og heilsufræði brautskrást Davíð Ólafur Davíðsson, Brynja Rúnarsdóttir, fjarverandi, Hildur Katla Guðmundsdóttir, fjarverandi, Hulda Björg Sigurðardóttir, Inga Rakel Ísaksdóttir, Óttar Guðlaugsson, Perla Rut Albertsdóttir, Sverrir Andrésson, Örn Elí Gunnlaugsson, ekki viðstaddur, Örn Þrastarsson. Með BA-próf í tómstunda og félagsmálafræði brautskrást Auður Björg Jónheiðardóttir, Ágúst Arnar Þráinsson, Ásta María Guðbrandsdóttir, Ásthildur Guðmundsdóttir, Bryndís Þórólfsdóttir, hún er fjarstödd, Brynja Helgadóttir, Elínborg Ingvarsdóttir, Erla Björk Tryggvadóttir, Eva Rut Helgadóttir, Guðrún Dís Hafsteinsdóttir, Guðrún Edda Reynisdóttir, Gunnar Óli Markússon, Halldóra Kristín Unnarsdóttir, Heiðdís Árný Þórisdóttir, Helga Gunnarsdóttir, Júlía Guðmundsdóttir, Karen Anna Sævarsdóttir, Katrín Kristín Friðjónsdóttir, Laufey Elísa Hlynsdóttir, Maríanna Vatne Kristjánsdóttir, Ragnheiður Hilmarsdóttir,
Rakel Hámundardóttir, Rut Þorsteinsdóttir, Sóley Jóhannesdóttir, Steinunn Anna Kjartansdóttir, ekki við, Svandís Rosni Guðmundsdóttir, Sædís Ósk Helgadóttir, Þórunn Bríet Þrastardóttir. Með BA-próf í þroskaþjálfafræði brautskrást Agnes Björg Kristjánsdóttir, Ásta Lilja Gunnarsdóttir, Birgitta Rós Guðbjörnsdóttir, Bryndís Ingibjörg Einarsdóttir, Bryndís Hildur Guðmundsdóttir og hún brautskráist með ágætiseinkunn. Dóra Hrund Gunnarsdóttir, Elísabet Ír Bjarnadóttir, Elísabet Ósk Guðmundsdóttir, Emilía Björgvinsdóttir, Erla Ragnarsdóttir, Erla Rut Sigurðardóttir, Guðbjörg Kristín Grönvold, Halldóra Jónasdóttir, Heba Líf Ásbjörnsdóttir, Helga Guðmundsdóttir, Hulda Rós Hilmarsdóttir, Ingibjörg Huld Gísladóttir, Ingibjörg Freyja Gunnarsdóttir, Íris Björk Grant, Jana Hrönn Guðmundsdóttir, Kremena K. Nikolova Fontaine, Margit Lína Hafsteinsdóttir, Margrét Bjarnadóttir, María Sif Óladóttir, Marta María Vídeó Þorbirnadóttir, Sigrún Jóna Jafetsdóttir, Sigrún Stella Þrastardóttir, Þórdís Helga Ingibergsdóttir og Þórdís Karelsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild. Næst mun Baldur Sigurðsson, forseti kennaradeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með B1-próf í fagreinakennslu í grunnskóla brautskrást Guðný Kristín Guðnadóttir og Sæunn Helga Björnsdóttir. Með B1-próf í grunnskólakennarafræði brautskrást Anna Rán Árnadóttir, Anna Lára Friðriksdóttir, Björg Gunnarsdóttir, Dagbjört Dúna Rúnarsdóttir, Elísabet Einarsdóttir, Erla Rún Jónsdóttir, Gunnþórunn Elísa Eyjólfsdóttir,
Hafrún Ýr Halldórsdóttir, Hanna Ósk Helgadóttir, Harpa Bergþórsdóttir, Hekla Haraldsdóttir, Hera Jónsdóttir, Hjörvar er greinilega ekki hér, Hjörvar Gunnarsson fjarverandi, Hulda Kristín Haraldsdóttir, Inga Lára Sveinsdóttir, Íris Kristín Smith, Jóhanna Hrönn Helgadóttir, Kamilla Rún Björnsdóttir, Kolbrún Fríður Gunnarsdóttir, Kristín Guðjónsdóttir, Kristín Baldey Rúnudóttir, Margrét Ármannsdóttir, ekki við, Margrét Erla Björgvinsdóttir, fjarverandi, María Björk Sigurpálsdóttir, María Skúladóttir, Ragnheiður Helgadóttir, Sara Elísabet Höskuldsdóttir, Sigríður Hlín Jónsdóttir, Sonja Kristína Rosengren, Sóley Bjarnadóttir, Sóley Ösp Karlsdóttir, Sólrún Ösp Jóhannsdóttir, Sólveig Lilja Strömm, Steinunn Bjarnadóttir, Theodóra Jóna Guðnadóttir, Valgerður Erla Óskarsdóttir, Þóra Kjartansdóttir. Með B1 próf í grunnskólakennslu brautskrást Aldís Baldursdóttir og Haraldur Pálsson. Með B1 próf í leikskólakennarafræði brautskrást Andrea Karabín, Berglind Ósk Kristmundsdóttir, Berglind Torfadóttir, Elín Freyja Eggertsdóttir, Elma Jóhannsdóttir, Freyja Dan Guðmundsdóttir, Íslefur Örn Garðarsson, Jóna Kristín Jónsdóttir, Katarína Nidiska, Katrín Lilja Traustadóttir, Kristín Jóhanna Úlfarsdóttir, ekki við, Lena Ýr Sveinbjörnsdóttir, Rut Bergmann Róbertsdóttir, Sigrún Unnur Einarsdóttir, Svanhvít Erla Traustadóttir, Valgerður Björnsdóttir. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá kennaradeild. Næst mun Ólafur Páll Jónsson, forseti uppeldis- og menntunarfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Elisabeth Akoto Ofori,
Eva Marta Sokk, Gloria Sarella Castro Conde, Júlia Sarachova Galinudóttir, Lukas Sulinovski, Maureen Sara McLaughlin, Rosanna Boya Thames, Sita Nuglube. Með BA-próf í uppeldis- og menntunarfræði brautskrást Aldís Björk Óskarsdóttir, Auður Ýr Sigurþórsdóttir og hún brautskráist með ágætiseinkunn. Bjarkey Ottósdóttir, Guðlaug Marín Gunnarsdóttir, Helga Kristín Braga Geirsdóttir, Hera Hlín Svansdóttir, Hlín Ólafsdóttir, Lilja Rós Aradóttir, Margrét Ásdís Björnsdóttir, Ragnheiður Eiríksdóttir, Valgerður Rut Jakobsdóttir, ekki við, Vigdís Lilja Ásgeirsdóttir og Þórdís Arna Jakobsdóttir. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá deildum menntavísindasviðs. Næst mun Sigurður Magnús Garðarsson, forseti verkfræði og náttúruvísindasviðs, stýra brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni eru brautskráðir 237 kandidatar, 145 karlar og 92 konur. Fyrst mun Kristján Jónasson, forseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideildar afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BS-próf í efnaverkfræði brautskrást Arna Sigurðardóttir og hún brautskráist með ágætiseinkunn. Bríet Ósk Magnúsdóttir, Júlía Ígorsdóttir, Katrín Ragnarsdóttir og hún útskrifast með ágætiseinkunn. Lovísa Rós Jóhannsdóttir. Með BS-próf í hugbúnaðarverkfræði brautskrást Bjarki Viðar Kristjánsson en hann útskrifast með ágætiseinkunn. Björn Guðmundsson, Daniel Bergmann Guðmundsson, Huy Van Nguyen, Jón Ágúst Hannesson, Ketill Guðmundsson, Sigurlaug Þórðardóttir, Sindri Pétur Ingimundarsson, Stella Rut Guðmundsdóttir, en hún útskrifast með ágætiseinkunn. Og Valentín Ólafur Loftsson sem einnig útskrifast með ágætiseinkunn. Með BS-próf í iðnaðarverkfræði brautskrást Andri Páll Alfreðsson, Auður Ásta Baldursdóttir, en hún útskrifast með ágætiseinkunn. Birgir Blöndal Arngrímsson, Brynjar Ísak Arnarsson, Einar Bjarni Hermannsson,
Emma Rún S. Antonsdóttir, Erla Guðmundsdóttir, Garðar Pálmi Bjarnason. Grímur Óli Grímsson, Gunnar Kolbeinsson, Haukur Örn Hauksson. Helga Hrund Friðriksdóttir, Hörn Heiðarsdóttir, en hún brautskráðist einnig með BS-próf í hugbúnaðarverkfræði. Jón Ólafur Guðmundsson, Oddný Huld Halldórsdóttir, Pétur Gunnarsson, Steinn Arnar Kjartansson, Styrmir Guðmundsson, Sæþór Tryggvason, Thelma Sigrún Torfadóttir og Úlfar Arinn Bjarnar. Með BS-próf í tölvunarfræði brautskráðst Benedikt Blöndal með ágætiseinkunn, Daniel Guðnason, Eiður Örn Gunnarsson með ágætiseinkunn, Einar Þorsteinn Arnarsson, Eiríkur Kristinn Hlöðversson, Fannar Gauti Guðmundsson, Fannar Þeyr Guðmundsson, sem fjarstaddur, Hannes Jón Ívarsson, Helgi Halldórsson með ágætiseinkunn, Helgi Freyr Helgason, Hinrik Steinar Vilhjálmsson og Jiahao Sang, Kári Geir Gunnarsson, Kári Snær Kárásson með ágætiseinkunn, Melkorka Mjöll Jóhannesdóttir, Nu Pan Quinn Do, Ósk Oddsdóttir fjarverandi, Patrekur Maron Magnússon, Ragnheiður Ásta Karlsdóttir, Sandra Mar Huldudóttir, Súsanna Sofía Palma Rocha, Sveinn Bjarki Brynjarsson, Torfi Karl Ólafsson, Valdimar Ágúst Eggertsson, Valgerður Sigfinnsdóttir, Viktor Jón Helgason, Vilhjálmur Jónsson, fjarverandi Þorsteinn Pétur Lemke, Þorvaldur Rúnarsson, BS-próf í vélaverkfræði brautskráðst Ásgeir Ísak Þrastarsson, Berglind Hauksdóttir, Björgvin Andri Björgvinsson, Brynjar Guðlaugsson, Brynjar Geir Sigurðsson, Eyþór Gísli Óskarsson, sem fjarverandi, Hjalti Hilmarsson, Jónas Páll Gretarsson, sem fjarverandi, og Laufey þá einnig fjarverandi gerir á fyrir. Nei, þú verður það fyrir ekki þátt fyrir Laufey Þóra Bergþórsdóttir, Lukas Servatko, Sigurþór Árni Þorleifsson,
Tómas Gíslason, Þorsteinn Kristinn Ingólfsson, Þórarinn Óðinsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild. Næst mun Magnús Tumi Guðmundsson, forseti jarðvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BS-próf í jarðeðlisfræði brautskrást Lía María Lemarquis, hún er fjarverandi, Sóley Reynisdóttir, Tryggvi Unnsteinsson, en hann er með ágætiseinkunn, og Vera Pálsdóttir. Með BS-próf í jarðfræði brautskrást Arnar Hafsteinn Viðarsson, Dagný Valdimarsdóttir, Daniel Þórisson, Halldór Atlason, Jóhanna Kristín Jóhannesdóttir, Karl Stefánsson, Kristín Þorstinsdóttir Sonnendag, Lilja Björk Pétursdóttir, Sigurrós Arnardóttir, Valgerður Guðný Skúladóttir, Þórhildur Eir Sigurgeirsdóttir. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá jarðvísindadeild. Næst mun Anna Dóra Sæþórsdóttir, forseti líf- og umhverfisvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BS-próf í ferðamálafræði brautskrást Ásta Ólafsdóttir, Ásta Sigríður Birgirsdóttir, Emil Reyn Gretarsson, Erling Aspelund, Eydís Rós Ármannsdóttir, Guðrún Edda Bjarnadóttir, sem er fjarstödd, Guðrún Kristjánsdóttir, Íris Hrund Ormsdóttir, Karen Ósk Kolbeinsdóttir, Karen Ósk Kristjánsdóttir, Katla Eiríksdóttir, Kristján Alexander Rodríguez, Kristján Alex Kristjánsson, Nanna Berglind Davíðsdóttir, Rakel Cecilia Hostert, fjarstödd, Sigrún Elva Bjarnadóttir, Silja Árnadóttir, Snæþór Haukur Sveinbjörnsson, Sólveig Sigurjóna Gísladóttir, Steinþóra Sif Heimisdóttir, Sunneva Mist Ingvarsdóttir, Svana Björk Kolbeinsdóttir. Með BS-próf í landfræði brautskrást Brynja Rán Egilsdóttir, Halla Kristjánsdóttir. Með BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði brautskrást Atli Freyr Marteinsson, Katrín Eir Smáradóttir, Katrín Rut Halldórsdóttir, en hún brautskráist með ágætiseinkunn, Kristrún Ír Hólm, Lea Djerman Pisjak, Marta Sórikína Alexdóttir,
Unnur Arna Eiríksdóttir, Valgerður Jakobína Hjaltalín. Með BS-próf í líffræði brautskrást Alexandra Elvarsdóttir, Anna Bára Másdóttir, Axel Steinsson, Brynhildur Magnúsdóttir, Emil Sölvi Ágústsson, Friðrik Björn Kjartansson, Guðmundur Gunnar Garðarsson, Hrafnhildur Agnarsdóttir, Jóhanna Margrét Haraldsdóttir og Jóhannes Geir Guðmundsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá líf- og umhverfisvísindadeild. Næst mun Kristinn Andersen, forseti rafmagns- og tölvuverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BS-próf í megatrónik hátæknifræði kennt á vettvangi Keilis brautskráist Pétur Freyr Kristmundsson. Með BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði brautskrást Alexander Stefánsson, Daði Þór Þjóðólfsson með ágætiseinkunn, og hann er ekki hér, það er í lagi að klappa sann. Elvar Atli Ævarsson, Eyþór Einarsson, Grétar Ás Sigurðsson, Heiðar Már Þráinsson, Ingvar Haukur Jóhannsson, Ísak Arnarsson, Karitas Líf Valdimarsdóttir, Páll Axel Sigurðsson, Sólveig Helga Guðjónsdóttir, Þorstein Alexander Rúlof og Þórir Már Ingólfsson, en hann brautskráist með ágætiseinkunn. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá rafmagns- og tölvuverkfræðideild. Næst mun Oddur Ingólfsson, forseti raunvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BS-próf í eðlisfræði brautskráist Birgir Örn Höskuldsson. Með BS-próf í efnafræði brautskráist Bergdís Björk Bæringsdóttir. Með BS-próf í hagnýtri stærðfræði brautskrást Bjarni Hallgrímur Bjarnason, Guðlaugur Helgi Kristjánsson með ágætiseinkunn, Guðmundur Kristinn Lí, Jón Hlöðver Friðriksson með ágætiseinkunn, Ragnar Leví Guðmundarsson, Rakel María Brynjólfsdóttir með ágætiseinkunn, Vífill Sverrisson og Þórbjörn Þórarinsson. Með BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði brautskrást Ásbjörn Hall Sigurpálsson, Bjarni Tryggvason, Eydís Rún Einarsdóttir, Guðbjörg Eva Guðjónsdóttir, Hulda Vilhjálmsdóttir, Sigríður Stefanía Lindsdóttir og Yeming Yang Jónatansdóttir. Með BS-próf í stærðfræði brautskrást Árni Konráðsson, Bergur Snorrason,
Eyleifur Ingþór Bjarkarsson, Garðar Andri Sigurðsson með ágætiseinkunn. Katrín Loftsdóttir, Kristín Björg Bergþórsdóttir, Stefán Páll Sturluson með ágætiseinkunn. Tryggvi Kalman Jónsson og einnig með ágætiseinkunn. Og meðan við finnum skírteinið þann brautskráðist einnig með BS-próf í eðlisfræði. Með BS-próf í stærðfræði og stærðfræðimenntun brautskráðist Hulda Hvönn Kristinsdóttir, en Hulda er fyrsti kandidatinn sem lýkur prófi á þessari námsleið. Með BS-próf í verkfræðilegri eðlisfræði brautskráðst Aðalbjörg Guðmundsdóttir, Arnar Kári Sigurðarsson Sandholt, Ásgeir Tryggvason, Bergþór Traustason með ágætiseinkunn, Helgi Hilmarsson með ágætiseinkunn og Sigurbjörn Már Aðalsteinsson. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá raunvísindadeild. Þá er komið að síðustu deildinni. Guðmundur Freyr Úlfarsson, forseti umhverfis- og byggingaverkfræðideildar, afhenti prófskírteini frá deildinni. Með BS-próf í umhverfis- og byggingaverkfræði brautskráðst Andri Rafn Jómann, Arnar Snær Ragnarsson, Baldur Helgi Þorkelsson, Benedikt Nathanael Bjarnason, Bjarni Halldórsson, Brynja Benediktsdóttir, Dagur Hrafn Pálsson, Guðbjörg Ása Hrólfsdóttir, Jón Snorri Jóhannsson, Jónína Þóra Einarsdóttir, Katrín Hannesdóttir, Kristinn Már Bjarnason, Snorri Már Arnórsson, Sóley Hjörvarsdóttir, Styrmir Sigurjónsson, Tinna Húnbjörg Einarsdóttir. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá umhverfis- og byggingaverkfræðideild. Og þar með er lokið brautskráningu kandidata frá verkfræði og náttúruvísindasviði. Jæja, þar með er lokið brautskráningu kandidata frá öllum deildum Háskóla Íslands. Hjartalega til hamingju með þennan þýðingarmikla áfanga. Við skulum gefa þessu myndarlega hópi gott klapp. Næst mun Ingileif Friðriksdóttir flytja kveðju fyrir hönd brautskráðra kandidata. Rektor, aðstoðarrektor, forsetar fræðasviða, deildarforsetar, nýútskrifaðir kandídatar og aðrir góðir gestir. Það er mér gríðarlegur heiður
að fá að tala hér í dag fyrir hönd kandídata. Mér finnst viðeigandi á því að byrja á að óska öllum hér innilega til hamingju með áfangan sem ég veit að kom svo sannarlega ekki að sjálfu sér. Eftir stanslausar vökunætur, lestur hnausþykkra doðranta, ritgerðaskrif sem ætluðu engan endi að taka, reikniformúlur, uppröðunarnámskeið, hópverkefni, próf, stress og í mínu tilfelli mjög óhóflegt magn af orkudrykknum Monster, þá erum við loksins hér í dag. Þetta tókst. Getum við ekki gefið sjálfum okkur aðeins gott klapp? Ég man vel eftir fyrsta deginu mínum í háskólanum. Prúðbúinn hópur af ókunnugum andlitum með vott af hræðslusvip ráfaði skólan í leit að réttri stofu. Ég reyndi að átta mig á því hvar heimahagar laganema, Lögberg, væru og fann loksins stofuna sem ég átti að mæti, L101. Örfá kunnuleg andlit voru í hópnum, svo ég fann mér sæti hjá einu þeirra og virti svo fyrir mér þetta samansafna fólki sem ég átti eftir að verja næstu 3 árum með og kynnast í mistignalegum aðstæðum. Það leið ekki löngu þar til ein stelpan í hópnum pikkaði í mig og spurði hvort við vinkonum mín hefðum ekki verið í Vestló. Hún hafði rétt fyrir sér en ég hafði ekki hugmynd hvernig hún vissi það. Frábært, ég nefnilega búin að finna 3 sem voru í MR og datt í huga að setja saman leshóp. Eru þið til? Sagði svo þessi metnaðarfulla unga kona sem ég vissi ekki neitt hver var og þar með var það ákveðið. Ég var augljóslega komin inn í allt öðruvísi skólaumhverfi en ég hafði áður verið í, þar sem metnaðurinn fyrir góðum námsárangri var komin á fullt strax á fyrsta degi. Ákveðið var að hittast strax fyrstu vikuna í skólanum og þar komum við 6 saman og reyndum að átta okkur á því hvernig við ætluðum að tækla þetta nám. Það var vissulega smá vandræðalegt að sitja hana með þessum ókunnugu stelpum sem ég þekkti ekki neitt en markmiðin voru skýr. Eftir þennan fyrsta fund held ég að frumkvöðlinn hafi aldrei hitt okkur aftur og mánuð inn í námið hætti hún í háskólanum. En hún hafði hins vegar skilið eftir sig þennan stórgóða leshóp sem í dag samanstendur af mínum bestu vinkonum. Og það var ekki bara sniðug hugmynd að stofna leshóp. Það var ástæðan fyrir því að ég stend hérna í dag og er að útskrifast. Ég held að það megi segja að fjölmargir geti komist í gegnum háskólanám en enginn komist í gegnum það heill nema með aðstoð frá fólkinu í kringum sig. Ég er svo margoft í náminu búin að vera á barmi taugaáfalls, fá kvíðaköst og finnast þetta óyfirstíganlegt, en leshópurinn góði, sem fljótlega varð að sáluhjálparhóp líka, kom mér í gegnum þetta í hvert skipti. Það er nefnilega ekkert grín að vera í háskólanámi. Það er eiginlega bara drullu erfitt oft. Og stundum lendir maður í hindrunum og finnst maður ekki geta þetta. Stundum verður maður fyrir vonbrigðum með niðurstöður og stundum líður manni eins og maður skilji bara hreinlega ekki neitt. En ég gæti ekki hugsa mér betri þolraun út í lífið og þess vegna held ég að við sem stöndum hér í dag séum færum allt sem við viljum. Við stóðumst þessa þolraun og nú getur lífið hendi okkur hverju sem er. Við skólan vil ég segja takk. Ég man eftir þegar ég var að byrja að velta því fyrir mér að fara í lögfræði, hvað sögðu allir sem að ég hitti að ég ætti að fara í HÍ. Þar væri sko besta lagadeild landsins og ég sé svo sannlega ekki eftir því núna. Mér finnst það algjör forréttindi að hafa fengið að læra frá öllu því magnaða fólki sem kenndi okkur, prófessorar, lögmenn, saksóknarar, lögreglustjórar og fræðimenn á heimsmælikvarða. Og að fá að fara í gegnum námið með sama hópi og ég horfði á ráðvillt fyrsta daginn en horfa á í dag full þakklætis og stútfull af stolti. Skál fyrir ykkur. Við þökkum Ingileif kærlega fyrir kveðju kandídata. Góðu gestir, nú tekum við tónlistaflutningur. Háskólakórinn flytur okkur 3 lög undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Háskólakórinn, gjörið þið svo vel.
Góði gestir, gjöru svo vel að rísa úr sætum og syngja með kórnum Ísland ögrum skorið. Fyrir skil
Við þökkum Háskólakórnum kærlega fyrir fallegan flutning. Góði gestir, þá er komið að lokum þessarar hátíðar. Að endingu vil ég óska ykkur öllum sem brautskráðust hér í dag og fjölskyldum ykkar og vinum innilega til hamingju með áfangan. Njótið dagsins, njótið lífsins og njótið allar farsældar í framtíðinni. Þar með segi þessari brautskráningar athöfn lokið, en ég vil biðja ykkur að halda kyrru fyrir í sætum ykkar þar til rektor og fylgdarlið hafa gengið úr salnum. Takk fyrir í dag.